Ég heiti Matti Grettir Skúlason, ég eiginlegur frumstofnandi þessa verkefnis. Einn daginn kem ég heim og systir mín bara að ströggla með stærðfræði. Og ég hugsaði með mér að ég gæti beitt þessum rannsóknum sem ég var að gera á styrkingarháttum á tölvuleikjum og hvernig það hafa áhrif á börn og hvernig ég geti nýtt það til að gera stærðfræðinám skemmtilegt. Og ég gerði þetta í raunverulega á bekknum hjá systur minni. Ég hafði bara samband við kennarann, get ég fengið aðgang á bekknum, þau bara fara með þennan námsleik heim og þau bara æfa sig heima. Og það sem við sáum þar að nemendur voru að læra að meðaltali 4-falt hraðar. Það var raunverulega svona kveikjan að því að taka þetta verkefni áfram. Þá kemur hann Jónas Ingi, hún Íris Eva inn í verkefnið og við tökum þessa grunnhugmynd í gegnum gullleikið sem í raun og veru bara umturnast og förum það inn í Startup Reykjavík, Styrk- og tækniþróunarsjóð og erum hér í dag. Við tókum þetta áfram og við þróum raun og veru heildstætt gagnamiðað námskerfi fyrir 20 milljónir. Ég var að sinna hlíðarverkefnum líka bara til að vera með einhverjar tekjur á hliðinni og mikið af stofnunum var líka bara í vinnu á hliðinni á meðan við sinntum þessari vinnu 100% líka. Að gera þetta fyrir 10 milljónir á ári var gríðarlega erfitt. Nýsköpunarsjóður, við höfðum fyrst samband við þau byrjun síðasta árs. Þau koma á mjög mikilvægum tíma og fjármögnunin sem við þurfum raunverulega til að geta tekið þetta út til að auka tekjurnar okkar og stækka í raun og veru vöruþróun okkar svo til fleiri kunna. Þau voru með ákveðna vinkla sem við gerðum okkur ekki grein fyrir, náttúrulega með reynslu af mentor á skólamarkaði, þannig að það var gott að fá þeirra innsýn þar. Nú erum við öll komið hér í fulla vinnu og ekki annarri vinnu á hliðinni. Vöruþróun hefur gengið hraðar, þannig að það bara mjög margt í pípunum sem við hefðum ekki getað gert nema með aðkomu þessa fjármagns. Leið og Nýsköpunarsjóður kom að borðinu, þá voru strax englarnir mjög áhugasamir og þá það einhvern veginn hefur þessi víxlverkandi áhrif. Leið og einhver sér virkilega tækifæri, þá vilja fleiri hoppa á lestina. Félagið í dag, við erum með 47 skóla á Íslandi. Við erum með rúmlega 2500 nemendur. Við erum að leggja á stað í stórt verkefni núna með Reykjavíkurborg, þannig að við erum að bæta við rúmlega 20 skólum, vonandi alltaf 30. Við erum ennþá að leggja svona drauginn að því, þannig að vonandi verðum komin bara með það bara í nánast annað hvern skóla hérna á Íslandi. Í dag eru 4 í fullu starfi hérna á Íslandi. Síðan erum við með verktaka fyrir alls konar verk fyrir sérþekkingu sem ekki hægt að fá hér. Eftir að við fengum þessa fjárfestingu frá Nýsköpunarsjóði atvinnulífsins þá hafa hlutirnir farið að gera svolítið hratt og núna erum við komið með öll stóru sveitarfélögin að borðinu, spennandi hlutir í gangi líka með nýja barnamálaráðherra að taka inn ívilnanakerfið inn landslægt. Það er raunverulega samtal sem gerist bara leið í kjölfar þessar hlutafjárveikingar sem gríðarlega áhugavert. Erum komið með söluna hratt á stað í Noregi og erum að byrja núna að koma vörun okkar á markað í Frakklandi, Þýskalandi og Englandi. Þetta kemur nú allt með þessu fjármagni þar sem við gátum hraða fyrir vöruþróun okkar, komið af stað markaðsleiðum. Það var mjög spennandi tímar framundan með þessu fjármagni sem hefur raunveru og þessi aðkoma Nýsköpunarsjóðsins í að hleypa okkur á stað með þessa vöru og þannig góða grunn sem við höfum til þess að raunveru verða leiðandi námskerfi í Evrópu.